Nákvæmlega leikurinn á móti Noregi á morgun í Þjóðadeildinni, hvernig bara líst þér á þetta verkefni? Bara mjög spennt. Þetta var hörkuleikur, mikið undir og bara mikil tilhlökkun. Síðasti leikur á móti Noregi markalaust jafntefli, hörkuleikur, vorum kannski aðeins betri í þeim leik. Hvað þurfum við að gera á morgun til að vinna? Bara byggja á þann leik. Spiluðum bara mjög vel. Það vantaði náttúrulega stóra bústa hjá þeim. Bara með betri leikmönnum heimi, Karolína Greum Hansen var ekki og hún verður á morgun, þannig að við þurfum að hafa góðar gætur henni. En annars bara byggja hún á þá framistöðu, laga það sem þurfa að bæta og reyna að koma inn í markin. Síðasti landsleikur sem þú spilaðir var ansi eftirminnilegur, sem var vantarlega mjög gaman að spila hann. Já, klárlega. Kannski erfitt að toppa hann en ég myndi taka að vinna leikinn í staðinn, þannig að við vonandi vinnum á morgun. Hvernig svona bara hafa þessir dagar í Noregi verið? Bara mjög næs, gott veður og bara stemming í hópnum, þannig að ég get ekki kvartað. Bara vel ykkur í Þrándheimi? Já, þetta kemur á óvart. Þetta er sjúklega fallegu bær og það er alltaf jafn góð stemming í hópnum, þannig að við getum verið hvað sem er. Hvernig líst þér að spila hérna á Lerkendal á morgun? Það er svolítið svona sögufrægur völlur í Noregi og rosa flottur völlur. Já, þetta er mjög falleg völlur. Ég veit reyndar ekkert um hann en flottir litir, svart og hvítt, litirnir og mér mun líða vel, sko. Þarna norska liðið svona alltaf frábæra leikmenn í þessum hópum og voru að mæta á EM. Svona hvernig myndirðu bara munurinn á þessum liðum? Er mikill munur á þessum liðum? Okkur? Já. Já, kannski þær eru, kannski bara svipuð lið. Við byggjum náttúrulega bara á okkar svolítið liðsheild og þær eru kannski með fleiri einstaklingar sem eru að spila í stærri liðum og annað, en við þurfum að nota bara okkar íslenska anda og ég held að þetta verið hörkuleikur, þetta verið spennandi leikur og ég er bara mjög spennt. Er ekki svolítið sérstakt að við sem að mæta hérna núna svo bara aftur eftir rúma mánuð á EM? Jú, þetta er það smá skrítið og við erum búin að analysa það mjög vel hingað til og þurfum að analysa það ennþá betur á EM, en við allir fókusum fyrir bara þannig leik og þetta er risa leikur, það er margt undir. Hvað er að bara svona frétta á þér félagslega að segja? Hvað er í gangi? Ég kláraði lánið mitt hjá Leverkusen og er samningsbundin Bayern núna, þannig að annað verður bara að koma í ljós. Þú veist, ert það að vera áfram með Bayern á næsta tímabil eða hvað er að gerast? Þú verður bara að bíða spenntur. Ég veit það ekki sjálf. Það er ekkert að gefa upp? Nei, því miður. Þú veist, er eitthvað í gangi núna? Fólk á Twitter þykist vita það, en það veit það meira en ég, en það eftir að tala við fólk og sjá svona mína möguleika. Hvernig er að vera bara svona í stöðu svona pínu óvissa, sem að segja? Ég var róleg, ekkert mikið að stressa með þessu, þetta er langur gluggi, EM inn í myndinni og ég er bara mjög slökk. Ertu kannski að hugsa að nota EM að einhverju leyti til þess að komast í einhverja stærri möguleika? Já, þetta myndi maður alveg skoða það, en eins og staðan er núna, þá var ég samningsbundin Bayern og annað verður svolítið að koma í ljós. Veit að þetta er algjör klisja en það er svolítið bara þannig og þetta vil ég kannski bara nota EM-gluggann líka. Hvernig horfur þú á þessi 2 ár hjá Leverkusen? Mjög mikið að ljósum punktum, átti frekar erfitt tímabil núna þar sem boltinn kannski hentaði mér ekki alveg og þjálfarinn var, já, eins og hann var. Þannig, já, bara mjög góð ár og mér leið mjög vel og lærði mikið. Bara get eiginlega ekki kvartað, ég átti yndislega ára. Var erfitt að kveðja liðið og liðsfélaganna og svona? Já, það var mjög erfitt. Eins og ég segi, mér leiði rosalega vel og eignast marga góða vinkonur og átti góða tíma, þannig að það var mjög erfitt. Spennandi tíma framöndan? Klárlega, því ég verði að bíða spennt. Það er svona styttist í Evrópumóti og svona, hvernig er bara svona tilfinningin að vera á leiðinni þess að annað stórmót? Það er geggjur tilfinning og mikil spenna. Maður er bara búið að bíða eftir þessu sumri mjög lengi og vonandi verður þetta bara mjög góð sumar. Fyrst þetta verkefni hérna Noregur og Frakkland, mikilvægt að ná í góð úrslit og halda sér í A-deild? Já, það er fyrst og fremst okkar markmið. Við verðum að geyma EM núna og fókusa á að halda okkur þar. Takk fyrir þetta, Karolína, gangi vel.